Góðan daginn. Ég ætla að biðjast afsökunar á því ef ég er nefnmæltur og ef ég er rauður í nefnanum mínum, þá biðjast afsökunar á því. Það er einhver smá kvef að detta í mig akkurat núna og ég er að verða, ég hef ekki tíma í þetta út af því að núna helgina, sem sagt núna er föstudagur og þegar þú horfir á þetta þá er laugardagur og Jesus já, sem sagt núna helgina er ég að fara að stúta garðinum út af því að ég og pabbi og frændi minn, við erum að fara að setja, við erum að fara að loka pallinum hjá okkur og ég verð að viðurkenna að ég er ekki alveg að nenna því að byrja á þessu og ég nenni ekki að vera kvefaður og veikur og slappur, ég bara meika það ekki sko en kvöldi í kvöld verður mjög merkilegt kvöld ég ætla ekki að segja ykkur strax þú ert örugglega búin að fatta það meðan við pinnið og það sem stendur sem sagt á vídeónu en já, ég er núna á leiðinni, ég er búinn að vinna og ég er á leiðinni niður í ég þarf örugglega að fara í Krónuna og það er búið að loka Fjarðargöng klukkan er svo margt við erum að fara að kaupa smá dót þar og við erum að fara að taka mynd og við erum að fara að tilkynna svolítið og já, þannig að það er svona það sem ég er að fara að gera núna ég veit að ég er í átaki mér finnst þetta erfitt út af því að sko, það er pínlítið inn í mér sem segir mér langar að éta nammi mér langar að eitthvað sérstaklega núna út af ég er kallmaður og þegar ég verð veikur þá verð ég geðveikt veikur eða mér líður, ég er ekki veikur eða ég er bara með kvef ég er með í eyrunum og svona, mér er illt í ennishólunum ég er að, mér finnst ég vera að deyja sko en það er bara út af ég er kallmaður og ég er auðmýki þannig að mér langar í kvöld að vera bara drasl og ég ætla bara að leyfa með það og já, og svo erum við að fara að taka þessa mynd sem við erum að fara að taka og ég er ótrúlega ánægður, ótrúlega spenntur þetta er bara já, kona mín er hetja það er ekkert annað og við erum ótrúlega ánægð að þetta er að fara að gerast og já en já, ég kom inn á Krónunni, ég ætla að leita mér að bílastæði og við bara sjáumst þar inni. Ég er búinn, ég er að vesna sko. Ég er búinn að fór í Krónuna. Ég er búinn að fór í Krónuna, rosa skrítið, en ég ætla ekki að horfa til hliðina á mér. Þar er kona sem var í Krónunni líka, var að kaupa skvísur barnafólk veit hvað skvísur eru ég ætla ekki að útskýra hvað skvísur eru konan var hvort hún var eitthvað hún var allavega fyrir aftan mig ég tók eftir, hún var með ótrúlega mikið af skvísum skilurðu, hún var að versla það ekkert óeðlilegt við það en svo var hún í bílnum hérna hliðina á mér á ljósunum og hún var að borða sjálf skvísuna mér finnst þetta rosa skrít ekkert að þessu, ég er ekki að dæma ef þér finnst barnaskvísu góðar þá bara guðar að bærum máttum við éta þetta en mér fannst þetta öðruvísi allavega, burtséð frá því ég er á leiðinni heim, ég er búinn að fara í Krónuna ég meikaði ekki að taka vélina og taka upp út af því að mér líður ekkert rosalega vel og ég ætla að hafa þetta rosalega stutt þetta blogg út af því að bara mér langar eiginlega bara að fara upp í rúm borða pítsuna mína og kannski einhver smá lambi veit það ekki og bara hafa náðugt út af því að á morgun ég þarf að vera hress ég
þarf alla orku á morgun. Bara biðst afsökunar á því, bara ég rosalegt fórnarlamb núna. Og já, við sjáumst bara heima. Ég ætla að hætta að tala. Já, ég ætla að hætta að tala. Við sjáumst heima. Góðan daginn. Herru, Anita er hún hér? Góðan daginn. Herru, þá er komið nýr dagur. Það er komið mjög góður dagur. Hann byrjaði í morgun á því að ég og Anita vöknuðum. Við fórum í brunch með foreldrum hennar Anitu og fórum á box. Við fórum í brunch og fórum eitthvað að borða og það er mamma hennar átti afmæli og núna eru þær stelpunar, Anita, Baltasar og systir hennar og börnin hennar Silvíu, systir hennar Anitu, þau eru farin til Grundarfjarðar, verða þar í kvöld og koma svo, það verða í dag og koma aftur í kvöld. Það sem ég er að fara að gera akkurat núna, ég er að fara að taka málband og ég er að fara að mæla og moka fyrir pallinum. Við erum að fara að loka pallinum hérna fyrir utan hjá okkur og það er eiginlega svona mitt verkefni í dag. Verða viðurkenna að ég er ekki að nenna þessu, sérstaklega að ég er bara einn að þessu og já, ég ætla alltaf að byrja og sjá hvernig gengur og þið fáið auðvitað að fylgjast eitthvað með. Þannig að planið er núna að ég er búinn að prófa að rífa upp grasið þarna og það er alveg skýring á því af hverju grasið er að deyja. Það er ekkert hérna nema bara möl. Þannig að það er skiljanlegt að grasið er að deyja og þetta er fagmælega gert þessi blokk hérna sko. Já, ég er að fara að móka hérna, ramma og hérna utanum og er að fara að tengja hérna hinn. Það er planið í dag. Það er að móka. Eindum gleði. Já, herðu, ég er búinn að mæla grasið. Það lítur svona út. Ég er að skera það núna. Það er eftir að saxa þetta allt burt. Þessu götin eru, það eru cirka það sem stóðarnar eiga að vera. Og já, ég verð að viðurkenna að þetta er miklu erfiðara en ég held að vona. Ég vissi það reyndar alltaf, ég held að halda áfram. Þetta má. Shit, hvað þetta er erfitt maður. Ég er að ganga svona semi, en flest allar hólurnar eru með svona nullum í. Þessi er tilbúinn. Þessi er stopp út af þessum hérna nulla, svo annar nulli hérna niðri. Þessi er alveg eins. Hérna er nulli líka og hérna undir þar er bara grítið líka. Fyrir ekkert lengra hér, þetta er bara blokk eða grítið eða einhver anskoti. Svo er þessar tvær eftir. Þá ætla ég að segja þetta gott í dag. Þá held ég þetta sé fínt bara. Ég er alveg búinn að því. Er þetta ekki með mynd? Já. Steinninn sem ég braut skófluna mína af, það er sem það. Við gerum stærðamun. Þetta er bara rugl. En þetta er alltaf að koma. Ja, núna er klukkan orðin 8. Pabbi kom og hann hjálpaði mér og við erum búin að moka allar hólur þar. Nema þess að hérna einu hóla sem er eftir. Þannig að þetta er allt komið. Þannig að pallurinn, veggurinn kemur hérna og festist hérna við. Og allt þetta svæði verður pallurinn minn. Og svo ætla ég að taka meiri hlutan af þessu grasi hérna burt frá þessum enda og yfir ætlum við að halda grasi og við ætlum að helluleggja héðan og út í enda. Og hurðin verður hérna. Hurðin inn verður hérna inn og út. Nú ætla ég aðeins að fara að taka til hérna heima. Það er aðeins svolítið mikið allt á gólfi. Persónulega langar mig að hérna
bara leggjast upp í sófa og setja eitthvað í sjónvarpið og slappa af. En við þurfum að taka til líka. Þannig ég ætla bara að taka til og já. Það núna klukkan 9:30. Ég fór á kúrið í Ronju, hendur mér í sturtu núna og ég að fara að ná í Anitu á eftir. Hún ringir í mig og segir að ég á að ná í sig og já, ég tók ekki til. Já, ég vildi bara láta ykkur vita að já, ég hendur mér í sturtu. Það var rosalega þægilegt, rosalega gott. En já, nú ég bara að bíða eftir því að Anita hringi í mig svo ég geti náð í hana og hitt strákinn minn. Svo ætla ég bara að sofa. Svo kemur í ljós hvernig dagurinn á morgun er. Núna klukkan þetta í 11. Bíllinn stopp. Ég núna að bíða eftir því að Anita lendi hérna hjá systur sinni. Þá ég að fara að taka þau upp og við erum að fara heim. Þannig að ég verð að viðurkenna, ég er dauðþreyttur. Og ég get alveg ímyndað mér að Baltasar er alveg búinn á því ef hann ekki sofnaður. Og já, ég hlakka rosalega til að knúsa fjölskylduna mína og kúra kóruna mína og fara að sofa. Og já, gerum skemmtilegan dag á morgun. Gerum svona fjölskyldudag. Út af því að núna í næstu viku þá ég og Anita, við erum að fara að skreppa til útlanda. Og við erum alveg búin að undirbúa allt. Þannig að ég á samkvæmt netinu og þeim upplýsingum sem við erum búin að fá, þá á ég að geta komist á netið og upplóta þessum videoblogum. Og ég ætla svo sannarlega að gera það. Og ég er gífurlega spenntur hvert við erum að fara. Og já, það kemur bara í ljós. Ef þú ert einn af mínum góðu félögum þá pottþétt veistu hvert ég er að fara. En ef þú ert bara einstaklingur að horfa þá kannski veistu ekki hvert við erum að fara. En þetta verður ótrúlega skemmtilegt. Ég er gífurlega spenntur. Þannig að já, ég ætla að halda áfram að bíða eftir konunni og barninu mínu. Þannig að við bara sjáumst eftir smástund. Það var hún komin. Það er komin nýr dagur. Eða svona meira svona nýtt kvöld. Ég þarf að fara að henda Baltasar í háttinn. Og dagurinn á morgun er virkilega góður. Ég verð ekki í vinnunni á morgun, þannig að ég fæ að vera með þessum gullfallega dreng allan daginn á morgun. Við erum að fara að hitta einn frægan einstakling á Íslandi. Hann er bæði frægur söngvari og frægur snappari. Við erum að fara að hitta hann á morgun. Þannig að endilega þið verðið að fylgjast með næsta videobloggi sem verður á morgun. Og þetta er mjög spennandi dagur á morgun og helgin verður virkilega góð. Ég ætla að enda þetta í dag, bara takk æðislega fyrir áhorfið. Mundu, þú ert frábær, þú getur gert allt sem þú vilt. Njóta lífsins, takk fyrir mig, bye bye.